Komið sæl, ég heiti Rúnar Freyr Gíslason og þetta þátturinn Áfram Vogur. Við verðum með skemmtilegan og fræðandi og góðan þátt í kvöld, eins og venjulega. Ég hef fengið til mín mjög góða gesti. Það Valgerður Rúnarsdóttir, sérfræðingur í lyflækningum og fíknilækningum, Hjalti Björnsson, dagskrárstjóri á Vogi og Helga Óskarsdóttir, dagskrárstjóri fjölskyldudeildar SÁÁ. Umræðuefnið kannski við hæfi núna rétt fyrir jólin, áfengissjúklingurinn og fjölskyldan. Komið sæl og velkomin. Takk. Valgerður, ég byrja á þér. Þegar talað sjúklingan á Vogi, þá oft í huga fólks þessir eiturlyfjasjúklingar, sprautufíklar og þeir sem nota amfetamín, kókaín og reykja gras, en áfengissjúklingurinn, hann sá sem notar bara áfengi, hann ennþá til? Já. Og kemur hann inn á Vog? Mikið af fólki sem kemur inn á Vog bara með áfengisvanda, ef við getum orðað það sem svo, bara áfengi, einmitt. Jú, það nú bara svo sannarlega. Já. Því að áfengi nú ennþá stærsta vandamálið. Já. Það útbreiddasta og veldur mestu skaða. Það þannig ennþá. Það nú bara þannig. En það alveg rétt stundum með fókusinn svolítið mikið á aðrar því það kannski svona tilfinninganæmt oft og ungt fólk og í vandræði með eiturlyf. Já. En þetta stóri fíllinn, stóra vandamálið, það áfengi. Og það ennþá flesti sem koma á Vog hafa áfengisvanda, þó að margir hafi líka annan vanda, en það líka mjög stór hluti allavega þriðjungur sem hefur eingöngu áfengisvandamál og allt upp í helmingur. Þannig að það mjög stór hluti af vandamálu áfengisvandi eingöngu af þeir sem kemur í meðferð til okkar og það auðvitað stærsta fíknivandamálið í landinu og eins og öðrum löndum, það auðvitað áfengisvandi og þannig að það ekkit, það auðvitað, að því að áfengisdrykkja auðvitað almenn hegðun, ekki satt? Það drekka flestir, ef við tökum bara alla Íslendinga, það bara þannig að á Íslandi hafa flestir drukki áfengi fullorðnir, ekki mjög margir sem aldrei snerta, þó að það sé auðvitað mjög góð hugmynd, en það ekki almennt. En þarna eitthvað brot sem með áfengissjúkdóm, áfengisfíkn og Hvernig veit viðkomandi að hann á við vanda að stríða? Akkurat, það svolítið spurning sem að auðvitað margir velta fyrir sér og flestir auðvitað vilja ekkert hafa þennan sjúkdóm. Ég ekkert alkóhólisti. Það einhverjir aðrir og þó að sé eitthvað svona vera að pota í mann í kringa þá finnst manni kannski ekki þetta vera vandamál ef maður með áfengisvanda og langar ekki að hafa hann. En þetta í raun og veru ekkert flókið að sjá. Þetta frekar auðvelt að greina sjúkdóminn í sjálfu sér, ef maður veit hvað það snýst. Þetta snýst nefnilega ekki magn eða dagafjölda eða eitthvað slíkt. Þetta snýst það að drykkjan, áfengisdrykkjan, hún meiri en þú vilt hafa hana og hún að valda þér afleiðingum eða skaða sem oftast fyrst í nánustu umhverfinu sem þú ert óvanað með og vildir helst ekki hafa. Og veist að það myndi ekki vera ef að þetta hefði gengið betur með drykkjuna. Samt breytist drykkjan ekki eða það segja hún þú nærði ekki að stoppa hana eða hætta henni eða drekka alltaf passlega lítið. Þetta raun og veru sem við köllum stjórnleysi eða í raun og veru það að hafa ekki stjórn á því. Það mjög grunnsalegt ef einhver segir hafa mjög góð stjórn á drykkjunni. Það voða skrítið því að flestir þessi hínu 80% sem ekki alkóhólistar þeir ekkert gangandi alltaf að hugsa að hafa stjórn á drykkinu sinni. Það ekki þannig. Nei. Já, kannski færir okkur á næstu spurningu Hjalti. Hvað það sem fær mann sem að kannski mætir alltaf í vinnu og hann á fjölskyldu sem hann telur sig vera að sinna og svona. Hvað það sem að fær hann til að fara inn á Vog? Já, það náttúrulega bara í beinu framhald af því sem að Valgerður var að segja. Það að þetta fer ekki og ekki alveg eins og það á að vera eða átti að fara og menn fólk að lenda í árekstrum, fólk að lenda í svona núningi við umhverfið af ýmsum ástæðum og samnefnarinn eða svona spottarnir liggja allir í neysluna. Þannig að það kannski fyrst og fremst það sem að ýtir við fólki að koma inn á Vog. Það
það fer eitthvað öðruvísi en ætlað var. Það eru þetta oft auðvelt að sjá þessa stóru skandala, raka drukkin eða lendi í löggunni eða eitthvað svoleiðis, en það eru svona kannski hlutirnir sem eru alveg á öðrum kantinum og eru dálítið svona stórir og miklir, en svo flestir koma bara út af kannski svona tilfinningarlegu álagi eða árekstrum, núningi við fjölskyldu, við vinnu, félaga, yfirmenn og svo framvegis. Þannig að þetta fer að hafa svona dálítið víðtækar afleiðingar sem eru svona sjáanlega þegar maður fer að rýna í það, og alkohólistinn tilvonandi þá eða verðandi eða hvernig svo sem en hann sem ekki er búinn að uppgötva hann fer að finna þetta. Og oft hefur kannski mikið gengið á, ekki satt, ég meina það var eitt slæmt fyllirí og maður svona hendir því aftur fyrir sig og svo kemur annað og maður svona, er það ekki, það er svolítið erfitt að viðurkenna að það sé vandi. Jú, sérstaklega með svona einangra hlutina og horfir bara á síðasta mánuðin eða síðustu vikuna, en oft á þetta sé mjög langan aðdraganda. Þetta er oft margir mánuðir og jafnvel ár sem eru búin að vera með þessu formi, að hlutirnir eru ekki að fara eins og ætlað eins og maður hefði viljað, og maður situr eftir með móral og sektarkennd og skömm og svona efasemdir sig, sko, þú veist, af hverju get ég ekki bara drukkið eins og maður, af hverju get ég ekki bara að haga mér eins og venjulegt fólk, skilur. Einmitt, það hafa komið svona örugglega skilaboð frá nánasta fólkinu, fjölskyldunni. Helga, þú vinnur með fjölskyldum alkohólista, og hvað er það sem hefur verið í gangi hjá aðstandendum alkohólistans þegar þetta er að þróast? Hvernig upplifa þau þetta? Já. Áfengissjúklingurinn hefur mjög mikil áhrif á umhverfið, þá sérstaklega í fjölskyldunni, eins og hefur komið fram áður, hann breytist og það kemur þetta stjórnleysi í hegðun og drykkju og fjölskyldan fer að hafa áhyggjur og þær þá að reyna að grípa inn í og hjálpa og nota þá kannski aðferðir sem virka við önnur vandamál, eins og það að bægja frá sársauka, að láta ekki hafa áhyggjur og reyna að hjálpa þeim að líða betur og taka ábyrgðina, borga skuldirnar og þrífa eftir partíið og það sem að vera búið að æla í hornið eða hella niður eitthvað, og þá fyrir fjölskyldan í þetta að hjálpa til og laga, og svo er þetta ekki rætt daginn eftir. Og fjölskyldan heldur alltaf að þetta sé bara þetta eina síðasta fyllirí og nú fara þetta að lagast. Þannig að þetta hefur mikil áhrif á fjölskylduna og hún auðvitað reynir sitt þess að reyna að hafa áhrif á áfengissjúklinginn, en það eru allir í afneitun. Áfengissjúklingurinn sér ekki að hann er áfengissjúklingur og fjölskyldan sér ekki að hann er áfengissjúklingur. Bara búið að vera svolítið mikið fyllirí, þessi vinnufélagar svo drykkfelldir og svona alls konar útskýringar sem þau koma með fyrir bæði sjálfa sig og aðra. Og fjölskyldan fyrir að fela þetta ástand, skammar sín fyrir, eins og Hjalti sagði, það kemur skömm og sektarkennd, og það koma líka þessar tilfinningar hjá fjölskyldinni, skammar sín fyrir ástandi heima og eru með sektarkenndi við því að laga ekki þetta vandamál, að halda að þau geti lagað það. Ástæðan er að þau þekki ekki hennar sjúkdóm og hann einkennist fyrst og fremst af stjórnleysi. Þannig þau ætla að fara að stjórna og taka stjórna af áfengissjúklingnum og það virkar ekki. Þetta er kallað á góður íslensku að kóa, kóa með þessu ástandi. Já, einmitt. Valgerður, ef að þessi einstaklingur búinn að fá pressu frá öllum, vinnuveitenda, fjölskyldu og svona, fer svo setti sig við að fara nógu eða kannski bara ákveður það sjálfur eins og þetta gerist. Hvað gerist hjá slíkum einstaklingi þegar hann ákveður að fara inn á Vog? Já, þegar hann kemur inn á Vog, komin yfir þröskuldin, sem er nú svolítið stór þröskuldur fyrir marga. Flestir, eða margir ætla sér nú aldrei að fara alla leið þangað, það er alveg svona, svolítið fyndið, margir líta þetta sem svona alveg loka skref, sko. Þegar maður hugsa með sér að auðvitað þetta vera fyrsta skref, en svona er þetta nú, alveg lokar, hér er ég nú komin á Vog, en hérna það er auðvitað mismunandi ástandi sem fólki kemur inn í, sko. Sumir eru að koma kannski bara eftir slæmt fyllirí og rosalegum bömmir og alveg bara miður sín yfir síðasta skaða og vildi geta klifta fyllirí út og hendi og aðrir eru sko búin að gera upp hugsin og búin að hugsa þetta lengi með sér og búin að taka ákvörðun og bara koma inn kannski alls gáðir, bara tilbúnir að fá þær upplýsingar sem við sækjast eftir og reyna að hjálpa þeim að vera alls gáðir sem sagt í framtíðinni eins og allir vilja sem að koma þarna meira og minna. Og hérna þannig að ástandið er mismunandi. Sumir eru sem sagt hastalega veikir eftir
drykkju, þar að segja þurfa afeitrun og hjúkrun fyrstu dagana og síðan eru menn oft fljótir að jafna sig og sem sagt þá bara tekur við þessi meðferð sem að áfengis- og vímuefnaráðgjafarnir okkar veita sem að eru náttúrulega Eru fráhvörf við áfengisdrykkju hættuleg? þau geta verið hættuleg, já. Hættulegar en önnur fráhvörf kannski? Já, sem sagt að vera að hugsa sko líkamlegu afleiðingarna, það geta verið hættulegar vegna þess að fólk getur farið í til dæmis fengið krampa eða fengið svona titurvillu svo kallaða, delirium tremens til dæmis og geta fengið gríðarlegan háan blóðþrýsting og sem sagt fólk verður mjög upptendrað af svona örvandi boðefnum sem að einkennir áfengisfráhvörf. Getur það valdið dauða eins og krampinn? Já, það til í dæminu, en við erum sem betur fyrir þá auðvitað grípum við inn í með lyfjum og spítalarnir allir gera það, auðvitað ef fólk kemst undir læknishendur í þessu ástandi til þess að fyrirbyggja, það aðal ástæðan að fyrirbyggja alvarlega afleiðingar og hitt að hjálpa fólki að komast yfir þann erfiða hjalla til þess að geta haldið áfram í meðferðinni sem að skipti máli sem tekur við. Við ætlum einmitt að ræða það hvað tekur við þegar fráhvörfin eru svona minka eða farin og Hjalti og hans fólk tekur við eftir auglýsingar. Við erum að koma auglýsingum að og svo komum við aftur.